Ekkert lát á eftirspurn eftir menntuðum leiðsögumönnum enda fjölgar ferðamönnum til landsins stöðugt. Símenntun Háskólans á Akureyri bregst nú við þessari eftirspurn og býður frá næsta hausti leiðsögunám í samstarfi við leiðsöguskólann í Menntaskólanum í Kópavogi, SBA og Samtök ferðaþjónustunnar. Það mikil eftirspurn eftir áhugasömu fólki til að leiðsega gestin okkar og þess þá heldur menntuðu fólki til þess að taka gesti Norðurlands og alls landsins og sýna því hvað við bjóðum upp á hérna. Hverjir eru það helst sem að fara í svona nám og eiga erindi þangað? Það nú kannski gaman frá því að segja að það í rauninni öll flóran. Þetta er algjörlega ómenntað fólk að fyrrabragði, þetta fólk með iðnmenntun, þetta fólk úr sveitum, bæjum, þetta háskólamenntað fólk, þetta allur geirinn. Þetta snýst fyrst og fremst það að viðkomandi hafi áhuga á mannlegum samskiptum, hafi áhuga á að sýna fólki hvað fyrir augum ber og það skal enginn útiloka sig frá þessu námi, leiðsögumannanáminu, alveg sama hvaða bakgrunn hann hefur því að því fjölbreyttari bakgrunnur, því betra. Sigrún, þú ert einmitt einn þeirra sem útskrifaðist hérna 2014 úr leiðsögunáminu. Segðu okkur aðeins, hvað var til þess að þú ákvaðst að fara í þetta nám? Það var nú svolítið tilvíðunarkennt með mig. Ég var að flytja hérna til Akureyrar, sá þetta auglýst og það vakti áhuga minn. Ég reyndar að bjóða því að mamma búin að fara í þetta nám og ég á eldri bróðir sem var búin að vera í þessu líka. Þannig að það þurfti svo sem ekkert mikið til að ýta mér að stað, en þetta var á góðum tíma fyrir mig. Ég átti ekki endilega vona að ég færi að vinna við þetta í framhaldinu, en ég hef gert það. Og þú hefur fengið nóg að gera, þetta svolítið árstíðabundið, það ekki? Jú, þetta sjálfsögðu árstíðabundið en þá og mikið rætt það að reyna að fá fleiri til landsins yfir allt árið, Ísland allt árið, þekkjum við öll orðið. En já, það er náttúrulega meira nóg að gera á sumrin en það koma aðeins stöðutímar á veturnar, það verður að segjast. Geturðu sagt okkur aðeins frá því hvað það er sem að þú hefur verið að fást við, hvernig hópar, hvernig ferðir? Ég tók eiginlega það ákvörðun strax upp á að reyna að hafa þetta sem fjölbreyttast svo ég endist sem lengst í þessu og hefði gaman að þessu. Það er númer 1, 2 og 3 held ég. Ég tala frönsku, BFI og get lesað líka á ensku, tala góða ensku. Þannig að ég geta tekið að mér franska hópa og verið í alveg bara frá tjaldferðum og ferðastum í áætlunarbílum í það að vera svona meira í high-end, raun og verið eins og Sævari svolítið að bjóða, með meira próf. Þannig ég get keyrt sjálf gestin okkar. Þannig að þetta hefur verið, hjá mér mjög fjölbreytt. High-end ferðaþjónusta, getið þið lýst í aðeins fyrir mér hvað það er og er það að aukast? Það er að aukast töluvert og það er kannski aukast sérstaklega yfir vetrartíma hér á landsbyggðinni. En þetta er kannski ekki bara high-end heldur, þetta er meira heldur en það ódýrasta. Að viðkomandi vill hafa leiðsögumann með sér og vill ferðast kannski í smærri hópum þar sem þetta verður persónulegra en þar af leiðandi kostar þetta kannski eitthvað meira. Og þá erum við ofta að tala allar tegundir af ferðum, hvort sem það er 3 tíma norðurljósaferðakvöldi sem hentar nú að fólki sem eru öðrum störfum. Það getur verið fuglaskoðun, það getur verið sælkeraferðir eða mataferðir, en það getur líka verið snjósleðaferð, hestaferð, hvalaskoðunarferð. Það getur verið öll flóran, en þetta er bara með annarri nálgun. Og það er nú oft bakgrunnur þeirra sem eru að starfa við ferðaþjónustu hér á Norðurlandi, að þeir hafa alist upp í ferðaþjónustunni og þjálfast, þannig að þeir eru mjög öflugir á sínu heimasvæði. En þetta nám sem er núna verið að bjóða upp á, það tekur allt landið og þá eru viðkomandi betur í það búnir kannski að fara hringferðir, fara kannski 10-15 dagar hringferð landið eða fara þvert yfir landið, yfir Kjöl eða Sprengisand eða taka styttri ferðir. En áskoranirnar sem að mæta leiðsögumannum, nú eru hópar mjög ólíkir og það hlýtur svolítið erfitt að undirbúa sig fyrir það að fara með nýjum hóp, kannski hringinn í kringum landið. Hvernig undirbúið ykkur fyrir svona ferð? Er það ekki eins misjafnt og það er margt? Jú, það er það, algjörlega. Það er misjafnt aldur á þessum hópum, það er misjafnt bakgrunnur. Já, og svona eins og Sævar var að segja, auðvitað maður þekkir sumsvæði minna en önnur, maður þarf að læra heima fyrir sumarferðir og svo náttúrulega skiptir bara stóra málið er náttúrulega bara hópstjórn og kannski skilja svolítið menningu þjóðanna líka og bara lesa hópinn.
samskiptatækni hlýtur að skipta einmitt gríðarlega miklu máli að vera bara góður í mannlegum samskiptum. Já, það skiptir miklu máli en það skiptir líka mjög miklu máli að vera opinn sko. Því að við höfum alveg, ég þekki leiðsögumenn sem kallast mjög hlédrægir í svona hinnu daglega lífi sko, kannski ekkert að standa upp á fundum og tjá sig. En þegar þeir eru konum með kannski 10-15 útlendingi kringu sig, þá bara allt annað í búið. Þarna þeir á sínum heimavelli með sína gesti og rauninni elska það að tala sitt næsta nágrenni. Sko. Og ég held að það sé kannski það vanmetnasta í þessu námi, hvað þetta óbóðslega skemmtilegt. Það hljóta stundum að myndast vinasambönd sem endast, eða hvað? Já, klárlega, það gerir það. Og mjög gaman að því, það bara stór hluti af starfinu að maður fær skilaboð og fyrir jólin núna fekk ég jólagjafir og mjög gaman að því. Maður á orðið heimboð bara út allan heim, það eiginlega þannig. Námið sjálft, hvernig það uppbyggt ef þið svona lauslega bara farið yfir það sem kennt þar? Þetta 3 viku frá 5 til 9 og svo ein helgi í mánuði. Þar sem var farið í vettvangsferðir, við fórum á Mývatn, Siglufjörð og fórum í Skagafjörð. En fyrir áramót þá þetta aðalega bara svona heilt yfir það sagalandsins og bara náttúran, jarðfræði, öll þessi svona, allt sem á við yfir landið allt. Og svo eftir áramót þá var meira farið bara í svæðin, hvert fyrir sig, svona helstu staðir og það ansi yfirgripsmikið og við vorum látin búa til pistla, yfir 40 pistla sem við þurftum að hafa á reiðum hundum bara hvenær sem var og svo náttúrulega mikil bara æfing í framsögu og leiðsögn. Þannig að þeir eru svolítið að vinna hópurinn saman að í rauninni leiðsegja? Já, það fer þannig fram. Þannig að þetta rosalega fjölbreytt og alls ekki sambarlegt eða hvað við það að mæta á skrifstofu og vita nákvæmlega hvað þú ert að fara að gera þann daginn. Nei, þetta algjörlega gjörólíkt og náttúrulega og fjölbreytt ef fólk vill taka þann pólinn. Það að vera í rútu með 60-70 manns og bara í einn dag þetta allt öðruvísi en að vera í 2 vikna ferð með lítinn hóp. Það verða allt önnur tengsl og samskipti. Það gott að nefndir þarna skrifstofu því að menntaður leiðsögumaður mjög eftirsóknarverður starfsmaður á ferðaskrifstofu. Því að viðkomandi þá betur í stakk búinn til að svara fyrirspurnum sem koma erlendis frá gestum okkar. Og einstaklingur sem búinn að mennta sig í landinu og geta brugðist við eins og leiðsögumaður, hann mun öflur líka að geta svara fyrirspurnum og svara miklu víðari fyrirspurnum heldur en hinn óreyndi starfsmaður. Þannig að þið takið því fagnandi að Háskólinn á Akureyri í samvinnu við samtök ferðaþjónustunnar og fleiri ætla að bregðast við þessu og hafa þetta nám í boði hér? Klárlega, mikið tækifæri.